William Shakespeare dáinn, en það heldur okkur ekki frá því að segja sögu hans. Saga hans hófst þegar hann fæddist. He's just a baby. Hann Willi var fæddur 1564 og oft ræddur vera ein besta ljóðskáld allra tíma. Hann var skírður þann 27. apríl 1564 í Stratford-upon-Avon á Englandi. Hann var elsti lifandi sonur hans John Shakespeare sem var árangursríkur hanskasmiður og Mary Arden sem var kona frá áberandi fjölskyldu. Willi átti 7 systkini og fjölskyldan hans var ágætlega stödd. Það engin staðfest skýrsla á hvaða skóla Willi fór í, en það talið að hann hafi líklegast farið í King's New School í Stratford, þar sem hann menntaði sig í latínu og bókmenntum. Þegar Willi var orðinn 18 ára gamall þá giftist hann henni Anne Hathaway. Nei, ekki þessi. Hún var 26 ára þegar þau giftust og voru þá 8 ár á milli þeirra, sem ekki mjög undarlegt. Allavega ekki miðað við suma. Þau eignuðu saman 3 afkvæmi, hana Susanu, hana Hamnet, sem því miður dó á ungum aldri, og hana Judith. Árið 1592 flutti Willi til Londonar, þar sem hann hóf ferilinn sinn sem leikari og leikskáld. Hann var svo meðlimur Lord Chamberlains mönnum sem var stórt leiklistafyrirtæki og seinna þekkt sem Kingsmen, eftir uppstigningu James konungs I. Leiksýningar hans Willa voru sýnd í leikhúsinu Globe Theatre. Willi bjó til og sýndi í kringum 39 leikrit og 154 sonnettur og nokkur ljóð þar á meðal. Sýningarnar hans eru oftast flokkaðar í harmleiki, til dæmis Hamlet, Othello og Macbeth, gamansögur, til dæmis A Midsummer Night's Dream og Twelfth Night, og sögulega sögur, til dæmis Henry IV og Richard III. Riturinn hans greind með ljóðlegu gæði, flóknum persónum og könnuði mennskra tilfinninga. Áhrif Willa á enska tungumálið og ljóðum var low-key valid. Verk hans hafi verið þýtt yfir í alls konar tungumál og hafa enda haldið áfram að vera sýnd út allan heim. Það sem var kallað fyrsta fólíóið var gefið út árið 1623 og í því faldi hann helstu meistaraverk sín. Því miður dó hann Willi 52 ára að aldri þann 23. apríl 1616 í heimabæjunum Stratford-upon-Avon. Orsök dauða hans halda sér dularfuglum og munum við líklegast aldrei góðum staði hvernig hann lést. Endir!